Föstudaginn 27. mars kvað siðanefnd Ríkisútvarpsins upp úrskurð þess efnis að fréttamaðurinn Helgi Seljan hefði gerst sekur alvarlegt brot gegn siðareglum Ríkisútvarpsins með skrifum sínum Samherja á samfélagsmiðlum. Siðanefndin kemst að þeirri niðurstöðu að með skrifum sínum Samherja á Facebook og Twitter yfir tæplega 1 árs tímabil hafi fréttamaðurinn gerst hlutdrægur og gengið lengra en svigrúm hans sem fréttamaður leyfir. Í úrskurði siðanefndarinnar segir að í ummælum fréttamannsins felist skýr og persónuleg afstaða gagnvart málefnum Samherja. Í úrskurðunum segir: hér að ræða ítrekkuð tilvik yfir langan tíma. Í því ljósi telur siðanefndin að brot Helga sé alvarlegt. Í ljósi niðurstöðu siðanefndarinnar óhjákvæmilegt að draga þá ályktun að fréttamaðurinn hafi verið vanhæfur til að fjalla Samherja vegna persónulegrar afstöðu gegn fyrirtækinu og stjórnendum þess. Engu að síður ætlar Ríkisútvarpið ekki að bregðast við úrskurði siðanefndarinnar og hann mun ekki hafa neinar afleiðingar fyrir fréttamanninn. Samherji alþjóðlegt fyrirtæki í sjávarútvegi og hefur verið í rekstri frá 1983. Í þessi 38 ár hefur Samherji átt í góðum samskiptum við fjölmiðla úti allan heim. Undantekningin frá þessu Ríkisútvarpið og umfjöllun þess undanfarinn áratug. Ríkisútvarpið birtir ekki jákvæðar fréttir Samherja og neitar að fjalla mistök sín gagnvart fyrirtækinu. Telur Ríkisútvarpið virkilega að hægt sé að treysta fréttaflutningi Samherja frá fréttamanni sem hefur hlotið áfellisdóm siðanefndar vegna afstöðu sinnar gagnvart fyrirtækinu? Það hlýtur að vekja spurningar fagleg heilindi. Samherji